Ómar Þorfinnur Ragnarsson, gjörðu svo vel. Formaður, gott ráðsfólk og aðrir. Já, þetta er gaman sem að Kat er að segja hérna. Þetta er eins og þegar að Páll Zóphóníasson sagði að einhver hefði komið eins og þjófur úr heiðskíru lofti. En enginn hefur nú samt sagt að það eigi að sigla milli skers og sleggju. En hvaðan það? Vilhjálmur var að koma hér inn á þetta með Hæstarétt og ég er eiginlega alveg sammála honum og set kannski spurningu það hvort það þurfi endilega að vera 8 eins og við Katrín lögðum fram tillögu á sínum tímu það verður alltaf einum fleiri en hæstaréttardómarar. Það spurði hvort að þess þarf við og vitna þá til hliðstæðunar við það þegar sérfróðumenn eru kvaddir eins og byggingameistara, verkfræðingar, skipstjórar, flugstjórar og svo framvegis. Ég styð 2 tillögur sem hafa komið hérna fram, það hjá frá Þorkalli Helgasyni og Þorvaldi Gylfasyni og held að þú þurfir ekki Þorkell að hafa neinar áhyggjur af því þó að þetta lengist örlítið vegna þess að það getur líka verið spurt um það hvað vantaði í stjórnarskrána og af hverju það var í greinargerðin ekki bara beint í stjórnarskrá. Þetta er náttúrulega mjög mikill munur á því hvort þetta er beint í stjórnarskráni eða hvort það er ykkur í greinargerð. Og það minnir mér á Mogga hérna í gamla daga sko, maður frekar að kynna sér það yfir hverju Mogginn þagði heldur en hverju hann sagði frá. Það sagði stundum meira ástæðuna fyrir þögninni var kannski meira æpandi heldur en ástæðan fyrir því að hann tók afstöðu. Ég styð líka eins og ég segi tillögu Þorvaldar Gylfasonar eindregið það að það sé í stjórnarskráni að lög séu sett til þess vegna viðurlagna sem viðurlög við brotum á stjórnarskrá og tek heilshugar undir sessunaut mínum Pétri Gunnlaugsssyni að nú fara að linna því að stjórnmálamenn komist upp með það að líta á stjórnarskrárbrot öðruvísi en valdarán. Nú, hér segir Eiríkur Bergmann að það sé verið að fara allt aðra leið ef að forsetinn skipar hæstaréttardómara. Svo stórfelld breyting segir hann að þetta sé að það kollvarpi öllu. Ég get nú ekki séð það og kannski finnum við einhverja lendingu á þessu að hann sé ekki að skipa héraðsdómara. Vitum þó að í alla þessa áratugi var allt dómskerfið gegnsýrt að því að aðeins dómsmálaráðherrar á 2 stjórnmálaflokkum, helmingaskiptaflokkunum svokölluðu, skipuðun alla dómara og bæði héraðsdómara og hæstaréttardómara allan þennan tíma. En mín hugsun hefur nú kannski verið svo að forsetinn virki þarna sem pínulítið valddreifing og valdtemprun og að hann sé þarna viss neyðarheimild. Ef að héraðsdómarar eru farnir að dæma allir á eina lund vegna þess að þeir séu svo skipaðir að þá af ráðherra eða að dómsmálaráðuneyti sé farið að vinna algjörlega pólitískt þá sé þó alltaf fyrir hendi æðsti réttur landsins, Hæstiréttur. Mér tel það vera lágmark til þess að komast út úr þeim ógöngum sem að tekur kannski nokkur ár eða jafnvel áratugi að vinda ofan af að hér skildi líðast nánast sovjeskt kerfi, bara eins og í Sovétríkjunum sem allir urðu að vera félagar í kommunistaflokknum, að það skildi bara vera ráðherrar á 2 stjórnmálaflokkum og bara nánast úr öðru þeirra sem alltaf fengu dómsmálin. Og ég bendi á að hér er reyndar ábyrgð fleiri stjórnmálaflokka ræða heldur en þessara tveggja. Því hinir stjórnmálaflokkarnir þegar þeir voru í stjórn með þessum stjórnmálaflokkum 2 þá gáfu þeir alltaf eftir. Þeir létu það eftir þeim. Það var náttúrulega vanræksla að sínu, það var sem sagt athafna leysi. Og ég ætlaði bara að segja eitt. Þetta með hæstaréttardómarana, hverju þeir njóta þessara forréttinda að vera æviráðnir og af hverju þeir geti farið á full eftirlaun og verið einir, það er vegna sérstöðu þeirra, menn það eru fleiri ástæður heldur þetta hjá Dönum. Ein ástæðan er sú að hæstaréttardómarar sem að fer á mun lakari kjör eftir hann hættir vinnun, 65 ára eftir atvikum, hann hyllist kannski til þess að láta það hafa áhrif á sig ef hann er í fullu fjöri 65 ára gamall og sækist kannski eftir því að fá fínt og vel launa starf hjá einhverjum af þeim sem eiga hagsmuni að gæta hjá dómskerfinu. Það var hugsun sem kom fram hjá okkur í sinnefndinni til að velta þessu fyrir okkur vegna þess að við viðurkennum að þetta hvernig við göngum frá þessum með hæstaréttardómarana er alveg sér á báti með við allar annar mannanráningar og það er vegna þess að þetta eru tiltölulega fáir menn sem eru með nánast úrslita áhrif í 1 af 3 hinum viðurkenndu valdþáttum ríkisvaldsins.